eitthvað lítið af börnum í dag? Nei. Koma hérna kannski á fremstu stólana? Já, það er tók að hlusta á sögu sem ég ætla að segja. Sæl veriði, gaman að sjá ykkur. Velkomin í kirkju í dag. Ég ætla að segja ykkur sögu sem er svolítið sérstök. Það var nefnilega einu sinni svoleiðis að það var maður sem kom að prédika. Hann kom að prédika fyrir stórum sal af fólki og hann hét hérna fyrir nokkuð löngu síðan og hann hét William Miller og það var fullt af fólki sem hann var að prédika endurkomu Krists og margir voru að koma að hlusta og voru að velta fyrir sér hvað, ég ætla að setja þetta niður aðeins. Vera að hugsa með sér, hvað ætla ég að gera við líf mitt? Ætla ég að lifa fyrir Jesú eða ætla ég bara að lifa fyrir sjálfa mig? Og meðal þeirra var ein stúlka sem að skrifa þessa frásögn. Hún hét Ellen White og það var þeim tíma sem að hún virkilega ákvað að gefa Kristi líf sitt. En eitt kvöldi þegar hún var að hlusta á prédikarann, þá sá hún litla stelpu, kannski bara gamla á þið. Og prédikan var að kalla til fólks að gefa sig Kristi og að halda engu aftur. Og hún sá þessa litlu stelpu sem að sat, allir sjá bara, hún sat svona og hún var svona hvít í framan og rauð og eins og hún væri ekki allt í lagi hjá henni og hún vissi ekki alveg hvað var að. Þessi stelpa átti greinilega eitthvað svona, var að hugsa eitthvað rosalega mikilvægt. Ég er ekki með rétta leikhluti. Síðan sá Ellen að hún hélt á einhverju svona rosalega fast og svona stóð upp með fót tilbaka og hugsaði svona, hún hélt á svona lítilli regnhlíf eða ekki regnhlíf, þetta er svona sólhlíf, parasól og hún hélt í hana og stundum leit út eins og hún ætlaði að standa upp stelpan en síðan settist hún aftur og hélt í þetta svona. Síðan allt í henni heyrðist, já, Jesús, ég vil fylgja þér og fara til himna. Þú mátt taka allt sem ég á, alla mína syndir og líka þessa sólhlíf sem ég á. Ég vil fylgja þér. Þegar hún hefði heyrt prédikarann tala að það þyrfti að gefa Kristi allt, og þá var þetta sérstaklega þessi sólhlíf sem hún var búin að fá í gjöf og henni þótti svo vænt hana. Hún svaf með hana, hún gekk með hana, fór með henni í kirkju hvert sem er. Þetta var bara uppáhaldið hennar og hún hugsaði sér á ég að haldi þessa sólhlífið, á ég að gefa hana Kristi. En síðan meir þegar hún var búin að fatta hvað var í gangi og hún var viljug til þess að gefa hana Kristi, þá fóru foreldrar hennar og sögðu, fyrst þú var svona tilbúin til þess að gefa hana, þá eftir að væri kannski beint verið að tala hana, en fyrst að hún ekki það mikilvægast í lífinu, þá held ég að sé nú allt í lagi og eigir ennþá þessa blessuðu sólhlífi. Notir hana bara kannski aðeins sparlega og lappir ekki með hana allt. Það bara finna við að hún sagði sjálf Ellen að hún hafði margoft, fyrir eitthvað sem er eldri, hugsað þetta atvik þegar hún var eldri, þegar fólk var að veltaði fyrir sig hvort það ætti að gefast Kristi eða ekki, þá myndist hún ofta þessar myndar af litlu stelpunni sem hélt svo ríkfast í sólhlífana og var ekki tilbúin að láta hana af hendi, sem er skemmtileg tákmynd að láta hluta af hendi. Takk fyrir að hlusta, þetta var bara sagan í dag. Þegar mér fara aftur til sætan ykkar, ég mun aðeins minnast á þetta síðan aftur og eftir í ræðinni. Áður en Stefán tekur til máls, þá skulum við syngja salmi númer 428. Við skulum syngja fyrsta og síðasta erindið. Viltu starfa og stríða með Jesú? Viltu standa við frelsarans hlið?
Stefán til máls. Góðan daginn, gleðilegan hvíldardag. Takk kærlega fyrir þetta, að leiða þetta Greta okkur í söng hér á tilbeiðslu. Hopp og sí. Í minnisversunu sem að hún las fyrir okkur, hún Greta, kemur fram það sem við lásum í, eða fletti með mér í Matteusar guðspjall. Matteusar guðspjall lásum við í 7. kafla, 15. og 16. vers. Varist falsbámenn, þeir koma til ykkar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar, af ávöxtum þeirra skulu þeir þekkja þá. Þetta er bara eitt af mörgum stöðum þar sem að Jesús talaði falsspámenn. Í 24. kafla sömu bókar, Matteusar guðspjalls, þá minnist Jesú Kristur aftur á falsspámenn. Það sem að nefnir þá ekki á nafn einu sinni heldur tvisvar eða þrisvar og talar falskennara og falsspámenn alveg nokkuð oft þegar hann er að tala hennar síðari tíma. Í Matteus 24:11 segir hann: Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. Og aftur í 24. versi því að það munu koma falskristar og falsspámenn og það munu gera tákn og undur og afvegaleiða jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Nú, ef þú hefur einhvern tímann hlustað á svona típiska predikunum Matteus 24. kafla, tákn tímanna og svona sérstaklega í aðventkirkjum, þá heyrir þú talað falsspámenn, þeir munu koma fram á hennum síðustu tímum og þá nefnaði nöfn eins og Jimmy Jones, hann að Jamestown í Guyana, þar sem að The People's Temple flutti, einhver svona költ úr Bandaríkjunum fluttist til Guyana og endaði með svona fjölda sjálfsmorði þar sem að 920 manns voru annarkvort neyddir til þess að drekka eða drukku sjálfviljugir blásýru. Eitt svona stærsta svona sjokk og svona margir Bandaríkjamenn dáið á svona skjótum tíma bara fyrir á milli á stríðsárunum. Eða þá það er minnst á David Koresh og The Branch Davidians sem að enduðu í Waco. Þeir voru með svona spámann sem að hét David Koresh sem að leiddi þá, sem endaði að þeir voru búin að fara inn í eitthvað byrgi með byssur og alríkislögreglan kom á móti þeim og endaði bara með að húsi brann og 76 mann stóu. Það er oft nefnt einhver svona dæmi. Eða Heaven's Gate, muni eftir því, ég held þess að 97-98, þegar Hailey Bob, halastjarnan, kom fram hjá, að þá var Mars Applewhite og ásamt fylgjendur sínum sögðu: hér er geimskip sem er að koma og til þess að komast þangað þá þurfum við að komast á annað stig með að taka líf okkar. 39 manns frekar ekki fátækt fólk, þetta svona vel, bara venjulegum stétt og hæðristéttum samfélagsins tók líf sitt, allir saman einu nóttina þegar Hailey Bob var sem nálægast stjörðinni. Það er oft nefnt svona dæmi þegar verið að talast varist falsspámenn. Að jafnvel hinir útvöldu munu blekktir verða. Nú segir mér, þegar við heyrum þessar sögur menn eins og þetta, hljómar þetta eins og eitthvað sem er líklegt til þess að blekkja fjöldan og alla sem bara eru í heiminum. Myndið þið segja já eða nei? Það blekkir alltaf einhvern, það er alltaf einhverju sem að taka við hvaða boðskap sem er, en svona fyrir fjöldan af fólkinu þá held ég þetta sé ekki beint kannski að afvegaleiða þá alla. Flestin utan að koma til sjá þessa hópa og þeir sjá bara búp, búp, rauð viðvörunarljós. Má vera að Jesús tali eitthvað sem sé aðeins erfiðara að taka eftir. Af hverju væri hann annars að vara við því að jafnvel hinir útvöldu gæti verið blekktir? Svo við ætlum aðeins að líta á hvað Biblían segir falsspámenn. Hvernig litu falsspámenn Gamla testamentisins út og hvað voru eiginlega þeir að prédika? Skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir á himnum, ég bið þig að blessa okkur þegar við lesum orð þitt. Jafnvel þegar við tölum þetta, við megum sjá kærleika þinn og karakter þinn í orðið þínu og fara hérna þekkjandi þig betur og meira orð þitt. Biðjum þinn heilagan anda til þess að vera með og leiða okkur hér. Hjálpa okkur að skilja orð þitt í Jesú nafni, amen.
Einn besti staðurinn til að komast í botns á þessu í frásögn Jeremía. Ef þið flettið með mér upp á spátansbók Jeremía í Gamla testamentinu, þá munum við eyða smá tíma þar. Jeremía var spámaður sem var á tímum herleiðingarnar í Babylon. Hann byrjaði að spá fyrir það áður en það gerðist og síðan var hann á lífi nokkur ár eftir að þeir voru síðan herleiddir. En það athyglisvert, ég var að fara yfir þetta, flestir svona staðir í Biblíunni sem talar falsspámenn, þá fann ég í Jeremía. Þess vegna ætlum við bara aðeins að líta á sögu hans. Það var nefnilega þannig að hann átti eiginlega við falsspámenn alla sína tíð. Þannig að við getum aðeins séð hvernig þeir litu út, hvort þeir litu út eins og Jim Jones eða eitthvað annað. Bara til þess að byrja skulum við fletta á Jeremía 14. kafla. Ég veit að þetta kannski aðeins öðruvísi sem við erum vön að tala hérna, en þetta er það sem við ætlum að líta á í dag. Jeremía 14. kapli, 14. til 16. vers. Þar sjáum við dæmi það. Þar Jeremía talar og hann segir: Drottinn sagði við mig, spámennirnir þeir boða lygar í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, ég hef ekki skipað þeim, ég hef ekki talað við þá, en þeir boða ykkur lognar sínir, fánýta spár og tál sem þeir sjálfur hafa spunnið. Fyrir því segir Drottinn, spámennirnir sem spá í mínu nafni og segja, þótt ég hafi ekki sent þá, hvorki mun sverð né hungur gangi við þetta land. Fyrir sverðu og hungri skulu þeir farast þessi spámenn. En lýðurinn sem þeir boða spár sínar, hann mun enda dauður og Jerúsalemstrætum af hungur og sverði, en enginn jarða þá. Allavega, ekki, eins og við veitum, Jeremía frekar svona oft dimmu boðskapur því hann sendur á frekar mjög dimmum tíma í Jerúsalem. En það sem hann var að segja hér einfaldlega, það fólk sem að predika sem ég sendi ekki og það segir, nei, blessaði, það verður allt í lagi hér, það mun enginn hungusneið koma á okkur, ekkert sverð að fara að ráðast á okkur. En það segir, og við munum sjá líka af hverju það gerist fyrir þá. Það mun gerast og þeir munu enda í þessum sömu örlögum sem þeir að segja muni ekki gerast. Því þeir eru að boða frið sem ekki til staðar og að boða boðskap til þess að láta fólkinu líða vel sem ekki sannur. Allavega, í Jeremía bók þá höfum við rosalega frekar svona heildstæða mynd inn á milli varðandi Jeremía. Það mikið svona sögur inn á milli. Þess vegna þekkjum við hann svona frekar vel með við aðra spámenn Gamla testamentisins sem svona koma bara aðeins svona flassmyndir af, þú sér bara hingað og þangað í það. En Jeremía, hann var kallaður til þess að vera spámaður frá unga aldri. Hann var einhleypur maður og hann var sagt að giftast ekki því að það myndi ekki henta hans starfi. Oft talaði hann sem mann sorga og erfiðleiki eins og Jesaja. Hann nefnilega kallaði stundum hinn grátandi spámaður af því að hann þurfti að flytja svo ömurlegan boðskap til fólk sem að vildi ekki hlusta á það. Enda bókin eftir á harmljóðin líka rituð honum að hann bara oft minnst hann manni sem að grét hefur hann færa orðin. En eins og þau ritaði Jesaja þá sagt frá spámannsköllum hans og það sagt alveg upp að bara í fyrsta kafla Jeremía bókar. Hann sagði, nei, ég vil ekki gera þetta. Þetta eru ekki hlutskipti sem að ég óska upp á mig. En Guð segir þessi ákvörðun var tekin bara meðan þú varst ennþá í móðir við kallinn. Ég mun kalla þig til að vera spámann fyrir mig og þú munt bara fylgja því. Hann gat bara ekki sloppið frá því, hann gat ekki hlaupið frá því. Og hann bara meðtók það, ritaði og talaði og lék með látbræði af og til, ef þið lesið í bókinni. Mjög svona opinberlega svona eins og sem tákmyndir, boðskap Guðs sem að fólst aðalega í tveimur hlutum, eða svona taka saman hver boðskapur hans sem spámanns var og hvernig það var þetta hér. Mjög einfaldur boðskapur, iðrist synda ykkar og yfirgefið þær, svo þið munu komast undan bara ógnum sem munu koma yfir ykkur. Ef þið farið bara með mér í Jeremía 7. kafla, þá talaði þetta sem musterisræðu hans, eina helstu ræðunum hans sem birtist hér og í 27. kafla. Það svona grundvallar boðskapur Jeremía. Hvað var það sem hann var að biðja að iðrast? Hvað var það sem þau voru að gera sem þau vildu ekki hætta, sem að fekk á til þess að þola hann ekki svona mikið? Og hver voru viðbrögð þeirra?
Skulum bara lesa fyrstu versin. Orðið sem kom til Jeremíu frá drottni, nemi staða við hlið musteris drottins og boða þar þessi orð og segðu. Þá talar hann. Heyrið orð drottins allir Júdamenn, þið sem gangið inn þetta hlið til þess að falla fram fyrir drottni. Svo segir drottin allsherjar Guð Ísraels. Hér byrjar boðskapurinn. Bæti breytni ykkar og gjörðir og þá mun ég láta yður búa á þessum stað. Reiðið ykkur ekki á lygatal eða falsspámenn sem menn segja þetta er musteri drottins, musteri drottins, musteri drottins. En ef þið bæti breytni ykkar og gjörir alvarlega, ef þið iðkið réttlæti í landinu í þrætum manna á milli, undirokið ekki útlendingana, munaðarleysingjana og ekkina, úttillið ekki sakleysi blóð á þessum stað og eltið ekki aðra guði ykkur til þjónustu, þá vil ég láta ykkur búa þessum stað í landinu sem ég gaf feðrum yðar frá eilíf til eilíðar. Sjá þið reiðið ykkur á lygaræðuð sem ekki eru til nokkuð skaggs. Er ekki svo, stela, myrða, drýja, hór, sverja, meinsari, færa bal, reykilsisfórnin, eldaðra guði, ef þér ekki þekkið. Og síðan komið þér og gangi fram fyrir mig í þessu húsi sem kenndi við nafnmynd og segið, oss er borgið, og fremji síðan að nýju allar þessar svívirðingar. Er þá hús þetta sem kenndi við nafnmynd orðið ræningjabæli í augum ykkar? Já, ég lít svo á, segir drottin. Farið til bústaða míns í Síló, þar sem ég forðum daga lét nafn mitt búa og sjáu hvernig ég hef farið með hann fyrir sakir illsku liðsins Ísraels. Síðan heldur hann aðeins áfram og talar það. Ok, ef við stoppum bara stuttlega. Fyrst erum við að tala falsspámenn, hvað er það sem að þeir segja hér? Af því að hann segir ekki bara hvað að gera, heldur líka þetta er það sem þið heyrið, þetta er það sem þið viljið heyra sem endar í þessu. Jújú. Hann er að tala það sumt sem þið gerir sem rangt. Undirokið útlendingin, munaðarleysingin, ekkjunar, útillið saklausu blóði, eltið aðra guði. Þið gerið allt þetta, og síðan nefnir hann með þess að boðurinn 10 og nefnir mörgur upp. Þið gerið þetta og síðan komið þið fram við húsið mitt og segir, þetta er allt í lagi, ég er hólpinn, ég er góður sko, mér er borgið. Og síðan farið þið og gerið þetta allt nákvæmlega aftur. Þannig að þeir fremja svona viljandi syndir, segja þessi hólpnir, farið síðan áfram og gerir það nákvæmlega sama. Og eiginlega svona, bara gleðjist yfir því eða sá enga skömm í því. Það minnir fyrir þá, nei. Þetta er svona pínulítið eins og ef einhver ykkar hafi, það er einn svona fósbræðskett sem að fjallar predikara sem er að tala alla syndina sem hann gerir, að hann halda þeim áfram. Þetta er svona eiginlega það sem hann er að minnast á hér. Af því að það er sko viljasynd og óviljasynd og breysleikasyndi, sko fólk gerir mismunandi hlutin. Ef þú gerir hlutina viljandi, fer síðan og segir, þetta er allt í lagi. Og fer síðan áfram og gera það viljandi, þá segir hann, nei, þetta er ekki það sem að ég var að kalla ykkur til þess að gera. Heldur ég að kalla ykkur til breytni, til þess að breytast og hætta að gera þessa hluti. Það er allan að boðskapur hans og meðan hinir sem að falsspámennir voru að predika þetta var allt í lagi, svona myndi vera allt í bara lagi þótt ég myndi gera þetta áfram og svoleiðis. Ekki kannski beint svona uppáhaldsboðskapurinn til þess að vera að predika, en það var hann mjög illa liðinn eftir þessa ræðu og lenti í allskyns erfiðleikum bara í landinu. Annar svona stærsti boðskapurinn sem hann var að predika var ef við förum í Jeremíu 19. og 20. kafla, ég ætla ekki að lesa þetta allt, þá þegar það er að vera umsátur Jerúsalem, þá biður hann fólki og segir við skulum bara gefast þeim að hendur, við erum búin að synga svo mikið gegn Guði, við erum bara búin að sparka honum í burtu, að það er ekkert sem hann getur gert lengur og nú eru þeir að Babýlonumenn voru búin að fara til Egyptaland, sigra þá, sigra Assýríu og voru orðnir risastórir 605, þetta er eiginlega bara akkurat þannig á þessum tíma, eins og ég sjá þann hægra megin. Á þessu ári þá kom hann með boðskapinn að þeir myndu aðeins kannski bara gefast upp. Og hann lék þetta í tákmynd, hann fór til leirkerasmiðs, tók stóra krukku, fór frammi fyrir fólkið á stað til leiðtogana, það sem heitir leirbróta hlið, predikaði eyðileggingu borgarinnar og braut krúsina og sagði þannig mun Guð brjóta þessa þjóð ef við gefumst ekki upp. Síðan lesum við hvað gerist þá eftir þann boðskap í 20. kafla.
Passjúr prestur Immersson, yfirumsjónarmaður í musteri drottins, heyrði Jeremía boða þessi orð. Þá lét Passjúr húðstrýka Jeremía spámann og sett hann í stokkinn sem var í efra hliðinu hjá musteri drottins. Þannig að það voru aldeilis góða móttakur sem að hann fékk fyrir því. Ekki dagi sem að vera að predika yfirist eða gefist fyrir örlundu þjóðunum sem að munu taka yfir ykkur ekki vinsæll boðskapur. Svo hann var ekkert vinsælasti maðurinn á staðnum. En það nefnilega oft þannig að menn vilja ekki heyra það sem að þeir þurfa að heyra, heldur vilja þeir bara heyra það sem að þeir vilja heyra. Og Jeremía lenti rosalega mikið í því. Og það birtist einna best í sögunni sem við ætlum að fara svona yfir í 37. kafla. Þetta bara eins og sena úr, þið sjáu að þið lesið þessa sögu. Svona hádramatískri mynd eða svona líkistundum sem við lest í svona gömlu sögunum. En í Jeremía 37. kafla, þetta gerist 605. Þegar Babýloníumenn búin að sigra Egypt og Assýríumenn og þeir að fara að nálgast Jerúsalem, þá kemur þessi boðskapur til Jeremía, 37. kafli. Við getum lesið saman, það svolítið langt, þannig að við bara stökkum yfir. En við lesum bara fyrstu 3 versin þar. 4. ríkisári Jóakims Jósíassonar, Júdakonungsar, kom þetta orð til Jeremía frá Dottin. Takk þér bókrollu og rita á hana öll orð sem ég hef til þín talað Ísrael og Júd og alla þjóðir sem frá þeim degi ég talaði við þig frá dögum Jósía og allt fram að þennan dag. Vera má að Júdahús líða á alla það ógefi sem ég hygg að leiða yfir þá, svo þeir snúi sér við hver og einn frá sínum vonda vegi og þá mun ég fyrirgefa þeim misgjörð þeirra og synd. Svo Jeremía fær sögn frá Guði, allt sem út mann að heyra alla þína spádómsæfis, ritaðu það á skjal og síðan munum við fara með það, láta fólki heyra það og skulum sjá hvort það breytist eitthvað. Jeremía var orðinn það óvinsæll að hann mátti ekki endilega sjást opinberlega, þannig að hann fer, og við lesum í næstu versum, sendi Barúk, sem ritarinn hans, til þess að skrifa þetta allt niður, fara og lesa þetta upp fyrir alla. Og hann sagði kannski þá munu þeir iðrast. Svo Barúk, yngri maður, kemur hana upp, safnar fólkinu saman, það einhver föstudagur eða einhver föstubandstrik dagur, þar sem fólk að fasta og það komið saman, og hann segir við skulum lesa þetta fyrir fólkið. Og síðan lesum við í 9. og 10. versi, ári eftir að hann fær hann þessi skilaboð. 5. ríkisári, þá boðar hann menn allan níð Jerúsalem og allt það fólk sem komið var úr Júdaborg til Jerúsalem til föstuhalds fyrir drottni, og þá las Barúk upphátt fyrir öllum níðinum og bók orð Jeremía í musteri drottins í herbyggi Gemaría Safar, svona kanslara í efri forganum við nýja hliðið á musteri drottins. Og hann lesi þetta, það ekki sagt rosa mikið viðbrögðin, það sagt að það einn maður sem að vera svo sleginn að hann gengur beinustu leið til hallarinnar fram fyrir alla höfðingjana og hann endurtekur fyrir þá allt sem hann heyrði. Þetta eru svona nokkrir höfðingjar sem að sitja saman. Þeir verða svo slegnir að þeir senda mann til Barúk sem að koma með þessa bók og leyfa þeim að heyra þetta í eigin persónu. Og Barúk kemur og segir, ok, ef að höfðingjarnir vilja heyra þetta, þá get ég komið. Og hann kemur og talar til þeirra. Og í 16. versi lesum við, en ef þeir hefðu heyrt öll orðin, þá litu þeir fennsvilli hver á annan og sögðu við Barúk, að við verðum að segja konungi frá öllu þessu. Og jafnframt spurði þeir Barúk, segðu okkur hvernig hefur eiginlega skrifað öll þessi orð? Og Barúk svaraði þeim, hann, Jeremía, hafi munnlega upp fyrir mér öll þessi orð, en ég skrifaði það í bókina með bleki. Þá sögðu höfðingjarnir við Barúk, far og fel þig ásamt Jeremía svo enginn viti hvar þið eruð. Síðan gengu þeir til konungs inn í afhýsi hans en létu bókrolluna eftir í herbyggi Elsíma kanslara og sögðu konungi frá þess öllum. Það athyglisvert í fyrsta versi bókarinnar tekið fram að þetta á 4. ári sem hann fær þessa sýn og hann byrjar að skrifa, og á 5. ári mörgum mánuðum seinna þá bókrollan tilbúin hann fyrir að lesa þetta upp. Af því að búa til bókrollu sem skrifuð marga blaðsíður ekki sérstaklega auðvelt. Ef þið hafið séð hvernig þetta búið til úr skinni sem strekt og það svona
og allt sem þið notuðu. Þetta er ekkert auðvelt og ekkert ódýrt, þannig að tók það langan tíma að gera þessa bókrullu tilbúna og núna er hún komin ekki bara til fólksins, ekki bara til höfðingjana, heldur loksins er orðið komið beint fram fyrir konung og nú er tækifæri til þess að þessi boðskapur sem var gefinn til þess að koma beint fram fyrir konung. Ok, hér lesum við viðbrögð konungs. Fylgi með mér í nokkur vers, ég les bara beint hérna, 21. vers og áfram. Þá sendi konungur Júdí, einhvern gaur, til þess að sækja bókrulluna og hann sótti hana, síðan las Júdí hana uppátt fyrir konunginn og höfðingjana sem umhverfis konung stóðu. Nú, konungur bjó í vetrarhöllinni með því að þetta var 9. mánuðinum og eldur brann í svona glóðkeri framaf fyrir hann. Í hvert sinn sem Júdí hafði lesið 3 eða 4 blöð, þá skar konungur þau sundur með pennahníf og kastaði þeim á eldin í glóðakerinu, uns öll bókrullan var brunnin á eldunum í glóðkerinu. En hvorki var konungur hræddur né nokkuð af þjónum hans, þeim heyrðu öll þessi orð né heldur yfir þeir klæði sín. Og þótt Elnatan, Delaja og Gemaría legðu konungi að brenna ekki bókrulluna, þá hlýddi hann þeim ekki. Heldur skipaði hann Jerahmeel konungssinni að sækja Barúk skrifar og Jeremías spámann, en drottinn faldi þá. Þetta er svona svolítið svellkaldur konungur og hann er með nokkuð samum spátansorði sem hann hreyfði við fólkinu og virkilega fékk á þess að koma með þetta fyrir framan hann. Hann hræddist það ekki, hann lét bara brenna það. Ég sé hann svona standa frammi fyrir þeim, þeir lesa nokkar blaðsíður, síðan kemur hann, stopp, tekur blaðið, skerða í sundur, kastar því á eldinn, lætur það krauma og þegar það er svona hægt að brenna þá sér hann, ok, haldið áfram. Síðan gerir þetta aftur og aftur, hann til að síðasta blaðið er búið, þá sér hann, náið í Jeremías spámann fyrir mig. Ég þarf að eiga við hann orð. Svona svo að hann sé að reyna að vera einhver svona uppfylla eitthvað svona vondikall í bíómynd, típisk hlutverk. En hann gerir þetta og haldið hann ætla að fara að gera eitthvað gott við Jeremía eða ekki. Það er ástæða fyrir að Guð faldi hann, því hann ætlaði bara loksins að ganga fram af honum. Senda hann bara til grafar. Því það er nefnilega rétt, eins og ég sagði áðan, menn, alveg hvort það séu kongar eða bara menn eins og ég og þú eða börn, vilja ofta ekki heyra það sem þau þurfa virkilega að heyra, heldur bara það sem þau vilja heyra. Kóngurinn myndi bara síðan ekkert með þetta hafa. Ok, orð drottins kemur til hans að til Jeremía að Jóakim muni deyja og synir hans muni ekki erfa hásætið og svo framvegis. Og ég spurði þetta svona, smá hart þannig. Bara orðið kemur til hans, þú myndi ekki vera kóngur lengi og syninni muni ekki fá þetta sæti. En pælið í þessu. Hvernig gæti Guð eiginlega vernda þennan kóng lengur ef hann brenni viðvaranir Guðs og drepur sendibúða hans, eða reynir að gera það? Er það ekki frekar skiljanlegt? Það er stórt heimsveldi að fara að koma og ráðast á hann og hann hvetur á til yðrunar að breyta einhverju og þá kannski munum hlutinni breytast hjá þeim, því annars er bara náttúrulegt. Ef það væri engin Guðinn í myndinni, þá væri þetta peð ekkert að fara að standa gegn risastóru heimsveldi. Þannig að það er bara náttúrulegt þegar hann segir ok, ég stend tilbaka og þú myndi ekkert vera konungur lengur og synir þínir muni ekkert sitja í þessu hásæti því að ykkur muni öllum vera slátrað fyrir að reyna að standa gegn þeim. Og það er það sem að endaði síðan að vera hans örlög því miður. En Jeremía tók bara aðra bókrullu, fékk hana Barúk og skrifaði hana að munni Jeremía öll bóka þeirra aftur sem hafði verið brennd og bætti við, þannig að hann lét ekki hættast, hann bara skrifaði þetta allt aftur og bætti bara við meira. En þannig var málið á þeim tíma sem að Jeremía var að vinna, þá voru aðri spámenn sem voru líka spá og kóngur vildi kannski bara frekur hlusta á aðra spámenn sem prétuðu eitthvað annað og eitthvað þægilegra heldur en Jeremía var að segja sem svona skar svolítið inn að beini. Meira svona eins og Jeremía talar í 23. kafla. Þar lesum við Jeremía 23. kafla 16. vers og áfram. Það sem að tala spámenn án köllunar. Svo segir drottinn allsherjar, hlýðið ekki orð spámannanna sem spá ykkur, þeir draga ykkur á tálar, boða vitrana sem þeir sjálfur hafa spunnið upp en ekki fengið frá drottni, sífellega segja þeir við þá að þeir hafa hafnað orðið drottins. Þannig að þessi falsspámenn segja við þá sem hafa opinberlega hafnað orðið drottins,
ykkur mun heill hlotnast, ykkur mun ganga vel. Og við alla þá sem að fara eftir þverúð hjarta sín, segja þeir, engin ógæfa mun yfir ykkur koma. Já, hver stendur í ráði drottins, hver sér og heyrir orð hans, hver gefur gaum á orðum mínum og köngurir þau. Og síðan endakaflinn hann á það sem að segja bara, ég hef ekki sendt þessa spámenn, þeir hlaupa þó, ég hef ekki talað þeirri það, en þó spáðir. Hefðu þeir staðið í mínu ráði, þá myndu þau kunngjöra þjóð minni mín orð og snúa þeim frá þeirra vonda vegi og frá þeirra vondu verkum. Þarna liggur eiginlega munurinn. Þannig að fölspámennir segðu, nei, lifðu bara eins og þú vilt, gerðu það sem þú vilt og það verður bara allt í lagi. Á meðan Guð sér þannig að ef þið væru spámenn að flytja boðskap frá mér, þá hefðu þeir kungjört þjóð minni mín orð og sagt þeim að snúa frá þeirra vondu verkum og að snúast frá þeirra vonda vegi. Það er miklu skemmtilega að hlusta á bara, nei, gerðu allt sem þú vilt og það verður bara allt í lagi. Fals spámenn sem við sjáum í Jeremía er ekki bara heimsenda brjálaðir költarar sem að reyna að láta fólk drekka blásýru, það væri alltaf augljóst. Falsspámenninni voru í raun og veru bara miklu vinsæri heldur en spámenn Guðs oft á tíðum. Og við vitum að Jim Jones og fólki sem ég minnist á voru ekkert sérstaklega vinsælir meðal almennings. En falsspámenni voru vinsælir vegna þess að þeir sögðu það sem að fólk vildi heyra, ekki það sem það þurfti endilega að heyra. Falsspámenni höfðu bara til holdslegs eðli áheyrandans, eyru þeirra voru opin fyrir því sem fólki vildi heyra. Þeir breyttu sínum boðskap kannski bara í samræmi við svona frambúða eftirspurn, nefnum bara á spámannlegu svona stígi. Vegna eðli sanna spámanna sem voru talsmenn Guðs, voru þeir sendið til þess að viðvara og hughresta eins og Jeremía gerir líka mjög vel, þá eru þeir ekki alltaf vinsælasta fólki á sínum samtíma. Það finnst einhvern veginn rosalega skemmtilegt að vera sagt í syndan eða heyra eitthvað sem tengist í að það þurfa að breyta einhverju til. Í raun má segja að falsspámennir voru vinsælir meðal allra og það séu líkur á því að þeir héldu einhverju aftur sem að þeir hefðu getað sagt. Þegar í raunverulega spádómsorð kemur til þín eins og það kom til Jóakims konung sem við lásum hvort viltu þá gera? Heyra það sem þú þarft að heyra eða heyra bara það sem vilt heyra og er þægilegt að hlusta á. Orð Jesú Krist er það sem við þurfum á að halda, þrátt fyrir að það sé ekki alltaf það sem við náttúrulega viljum og óskum eftir. Alveg eins og Jesú sjálfur í Jóhannesar Guðspjalli, skulum ljúka bara Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla, eftir að hafa metta fólki með mat og gert undur og kraftaverk, þá var það bara nóg fyrir suma, þeir voru bara sáttið með það, en Jesú Kristi vildi koma með einhver meiri boðskap til þeirra og hann sagði við þá í 7. kafla 35. vers, Jóhannes 6:35, Jesús sagði, ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir, en ég hef sagt við ykkur því hafið séð mig og trúið þó ekki. Allt sem að Faðirinn gefi mér mun koma til mín og þann sem að kemur til mín mun ég alls ekki reka brott, segir hann. En hugmyndin svo að Jesús Kristur væri brauð lífsins, það var ekki bara nóg að koma til þess að fá brauð og hann hélt síðan áfram og þeir spurðu hvernig má þetta vera að þú sett brauð lífsins, hvað við þá borðaði eins og þetta sé mannátt og drekka blóðið og þeim líst rosalega illa á þetta. En þeir sögðu ef þú heldur þið fá frá 53 og áfram. Nú deildu gyðingarnir sín á milli og sögðu, hvernig getur þessi maður gefið okkur hold sitt að éta? Þá sagði Jesú við á, sannlega segi ykkur, ef þið etið ekki hold mannsonarins og drekkið blóð hans hafið þér ekki líf í yður. Svo sem að etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reis hann upp á efsta degi. Hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannur drykkur, svo sem að etur hold mitt og drekkur blóð mitt í mér og ég í honum, eins og hinn lifandi Faðir sendi mig og ég lifi fyrir Föðurinn. Svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Þetta það brauð sem niðursteig af himni, það er ekki eins og brauðið sem feðurnir át og dóu. Svo sem að etur þetta brauð mun lifa eilíflega. Þegar hann sagði þetta, þá segir að margir af lærisveinum hans sem hlýddu á hann sögðu, þetta þung ræða, hver getur raunverulega hlustað á þetta og upp úr þessu þá hurfu margir lærisveinar frá honum.
Af því að eina sem hann var að benda þeim á að nei, það er ekki bara brauði, ég er brauð lífsins og svo sem að tekur við mig og lifi fyrir mig, hann, fyrst og fremst, hann mun ekki hungra. Og fólki sagði, nei, á ég þá að lifa fyrir, það var svolítið þung breyting heldur en bara að fá sér smá brauð og súpu sem var fisk sem var að bjóða hann upp á. En sannir spámenn benda til Jesú Krists og frá syndinni, ekki bara til fjárhagslegra hagsælda og það sé ok eða bara nei, lifðu bara, gerðu það sem er rangt, það er allt í lagi. Heldur bendaði til Jesú Krist eins og hann gerði sjálfur hér, að hann sé brauð lífsins og hver sem á hann á eilíft líf og sem að lifir fyrir hann. Það er bara stundum pínulítið með okkur eins og með söguna sem við lásum sólhlífuna. Ætlum við að halda fast í hana? Erum við tilbúin að gera það sem að þarf og láta það frá okkur þegar Guð kallar til okkar? Erum við tilbúin til þess að láta það burtu frá okkur eða viljum við bara eins og við lásum kónginn sem að sagði nei, við skulum bara, það megi brenna þetta fyrir mér, ég vil ekki hlusta á þetta. Erum við tilbúin að gefa Kristi allt þegar hann kallað, sólhlíf og alles sko? Erum við að halda kannski í eitthvað? Hvað er það sem að orð Biblíunnar hefur talað til þín og beðið þig kannski að gefa upp þessi spámannlega orð talað? Við skulum lúta höfði í bæn saman. Kæri Faðir, þökkum þér fyrir, þessi orð þitt sem við höfum í ritningunni, þessi spámannlega orð sem tala til okkar, sem að bendur okkur í átt til þín, sem að bendur okkur í átt til betra lífs, til réttlátara lífs og guðlegra lífs og bara til þess að lifa, svara spurningunni hvernig eigum við að lifa eina rétt og vel. Og við byggjum þig, Faðir, að þú gefur okkur þinn anda til þess að svara kalli þínu og við megum ekki bara fylgja eigin löngunum og vilja hlusta það sem er þægilegt heldur jafnvel orð þitt þegar kallar okkur til þess að breytast og til þess að sleppa hlutum og til þess að gefast þér algjörlega, sólhlíf og alles. Og ég bið þig að það megi vera sannleikur fyrir öll okkur hér sem erum að hlusta, svo við megum líkjast og fylgja þér betur. Í Jesú nafni. Amen.